Vísindavefurinn.is. Komið þið sæl, við byrjum hér á að skoða gervitunglmynd sem tekin var rúmlega 1 í dag en það búin að vera suðlægar áttir hjá okkur 5 til 10 metra á sekundu víða. Vindurinn fór þó hæst upp í 17 metra hér á sunnanverðum Vestfjörðum. Það búið að vera skúrir sunnan og vestanvert landið en hér norðan og austan til nokkuð bjart og hitinn fór hæst upp í 14 stig á Fáskrúðsfirði. En það eru blikur á lofti. En við sjáum hér þessa lægð suðvestur af okkur og hún á leið til okkar. Það sem þessi hæð sem stjórnar veðrinu á Bretlandseyjum og Skandinavíu á morgun. Hún ætlar að beina þessari lægð beint til okkar og það eru skil sem fylgja henni með talsverðri úrkomu víða sunnan og vestanvert landið. Það vaxandi suðaustanátt núna í nótt. Og síðan á föstudaginn þá skilin komin fram hjá óstöðugt loft sem fylgir á eftir suðvestanátt og skúrir sunnan og vestanvert landið en með þessum skilum þá fylgir hlýtt loft, við sjáum hér vel hlýtt lofti sem fer yfir landið hjá okkur en strax þar á eftir núna helgina þá kemur kaldara loft inn. En ef við skoðum hér nóttina hjá okkur, sjáum hér betur hvernig skilin koma inn. Það bæta í vindi núna í kvöld, vaxandi suðaustanátt og úrkoma með þessu. Í fyrramálið sjáum við hér rigning alveg sunnan og vestan til og svona 8 til 15 metra á sekundu í fyrramálið. Og það útlit fyrir að verði þó nokkur rigning hér suðaustanvert landið, einnig allra syðst og svo einnig á sunnanverðu Reykjanesi, Snæfellsnesi og svo sunnanverðum Vestfjörðum hér á morgun. Þannig að það ekkit vitlaust að fólk á þéttbýliskjörnum á þessum stöðum að sópa aðeins frá niðurföllum til þess að vatnið eigi sér nú greiða leið niður og frá. En hér norðaustan og austan til þá nú áfram nokkuð þurrt og bjart en þegar líður á daginn það heldur þessi hellirigning áfram hér sunnan og vestanvert landi, bætir í vindinn og það eitthvað aðeins að kræla úrkomi hér á Annesjum fyrir norðan. Seinnipartinn á morgun þá núll fyrir að það verði að blása svolítið hér sunnan og suðvestanvert landið, einkum við fjöll, þannig þessi algengustu fjöll undir Eyjafjöllum, Kjalarnes og svo framvegis og einnig á Snæfellsnesi, það tíma suðlæg átt þar og það alveg alræmt að þá getur nú orðið ansi kviðótt á norðanverðu nesinu en hér norðaustan til nokkuð þurrt áfram. Og eins og sagði áðan að það gæti alveg orðið nokkuð hlýtt norðanvert landið, þetta nokkuð stíf sunnanátt og hnúkaþeyrinn hann gæti náð sér á strik þannig að það gaman að sjá hvað kemur upp úr pottinum á morgun í tölunum en vindurinn eins og sagði 13 til 20 metrar á sekundu og það verður nú þó hvassara á miðhálendinu, sjáum hér eina tölu 28 metrar en það hér á norðanverðum jöklunum, þá getur nú farið að blása ansi vel yfir 20 metra þannig að þeir sem hyggja á ferðalög þar beinum að athuga aðstæður. En þegar líður síðan á annað kvöld þá að draga úr vindinum og úrkomunni. Á föstudaginn að snúast í suðvestlæga átt og það orðið nokkuð óstöðugt loft. 8 til 15 metra á sekundu og skúrir hér sunnan og vestan til. Áfram nokkuð þurrt, jafnvel bjart norðaustanvert landið. Sjáum hér hitatölunar þetta 5 til 10 metra á sekundu, 5 til 10 gráður segja ég. En síðan þegar við horfum fram í helgina að þá lítil lægð sem kemur hér úr suðri og mun hafa hér áhrif á suðaustanvert landi, einhver rigning þar, milt loft í því en hér með þessari lægð sem vestur á okkur þá kaldara loft og það svona að reyna að komast hér inn á landið en það nú fyrir að verði að mestu rigning hér sunnan og vestanvert landið en þurrt hér áfram norðaustan til þó að það fyrir að verði eitthvað skýjað. Stefna og staðsetning þessara lægðar hins vegar nokkuð óstöðug eins og en á sunnudaginn þá núll fyrir að þessi suðvestanátt hér nái tökum og kólni heldur hjá okkur þó að loftmassinn sé mjög kaldur þá útlit fyrir að hitatölu við ná að rífa sig eitthvað aðeins upp þannig að þetta verður skúrir eða él.
En hjá okkur á morgun það útlit fyrir vaxandi suðaustanátt í nótt með rigningu jafnvel talsverðri sunnan og vestanvert landið á morgun, 13 til 20 metrar á sekúndu lengst af þurrt norðaustan til. Takk ykkur fyrir og verið sæl.